Drægni þessa bíls, eða sem sagt EX40 bílsins, það eru rúmir 400 km í virkilega góðum aðstæðum. Drægni EX50 bílsins, hann fer alveg yfir 600. EX40 bílinn, hann með rúm 300 hestöfl, á meðan að EX50 bílinn með rúm 500 hestöfl. Ekki það að þegar maður gerir hennar bíl að maður hugsi, þessi 300 hestöfl, það vantar nú aðeins meira, langt í frá. Hann hefur þessa snerpu og rafmagns instant power eins og við höfum talað áður. Áðan þegar ég var að mynda bílinn upp á Hellisheiði, þá vantaði mig smá hraðhleðslu. Það hægt að hlaða upp á 100 km drægni á 10 mínútum í gegnum hraðhleðslustöð. Hefði ég ætlað að fylla bílinn í sambærilegri stöð, þá hefði það tekið mig 40 mínútur. Ef ég aftur á móti ætlaði að fara heim til mín núna og hlaða bílinn bara í venjulegri einstöku, það tæki það mig 8 klukkustundir og 1 mínútu. Þessi bíl laus við öll sjaldgæf jarðefni og það litla kóbalt sem notað í batteríunum á þessum bíl, það keypt beint af vottuðum námum í Marokko. BMW gerði díl við þessa námur í Marokko og kaupir beint af námanum og þannig laus við alla svona byrgja eða þriðja aðila sem eru oft að skaffa kóbalt. Með þessu móti að þá eru þeir að koma í veg fyrir það að kóbalti sem þeir nota í þessum bílum eða sínum bílum, að það ekki fengið við miður mannúðlegar aðstæður. Þegar BMW framleiðir rafmagnsbílana sína, þá eru þeir framleiddir í verksmiðjunni þeirra í Düsseldorf í Þýskalandi. Þeir eru með sjálfbærnina að leiðarljósi og vilja að gegnsæið sé algjört. Öll orka sem notuð við að framleiða þennan bíl 100% endurnýjanleg og vistvæn. Þeir eru búin að missa sig það mikið í sjálfbærninni að þegar þeir lita leðrið í bílunum sínum og allt tau og efni og svoleiðis, að þá nota engin eitruð gerviefni. Þeir nota einhvers konar olíu sem framleidd úr laufum úr ólífuplöntunni, ólífólíu. BMW voru nokkuð djarfir þegar þeir hönnuðu þennan bíl. Í fyrsta lagi að þá umtalað stóra grillið framan á þessum bíl sem að menn hafa mjög misjafnar skoðanir á. Ég persónulega búinn að taka því sátt. Þetta venst rosalega vel og þegar maður séð það í ein persónu að þá eiginlega bara snarlúkkar það í rauninni. Svo af einhverjum ástæðum að þá ákváðu þeir í BMW að endurhanna hjólið, eða það að segja stýrishringinn. Þeir ákváðu að gera svona hexagon. Það áhugavert. Ég var með fordóma fyrir þessu stýri áður en ég prófaði það, en ég verði eiginlega að segja að stýrið liggur rosa vel í hendi. Það allt virkilega áferðafagurt hérna inni. Það eru þessir kristallar og demantaeffektar. Mér finnst eitthvað svona bentlilegt við þetta, mér finnst þetta mjög töff. Ég rosa hrifinn af öllum tökkunum sem í viðnum hérna niðri. Svona shortcuts inn í allt hérna infotainment-kerfið. Þeir eru búin að færa rafmagnið fyrir sætin hérna upp, svona svipað og Benz gerir. Kerfið nokkuð einfalt að finna úr. Það alveg svona, hvað maður að segja, það alveg fully customizable. Það hægt að draga uppinn frá og til og færa það sem hún notar mest og svoleiðis. En já, hellingur af plássi hérna inni. Þá ættir að fara vel alla aftur í. Það alveg rosa mikið höfuðpláss fyrir stóra menn, víkinga. Það hægt að ferja marga víkinga aftur í, bardagamenn og aðra slána. Hversu stór þessu bíl? Hversu mikið pláss í honum? Þessi bíl svipaður að stærð og X5-inn. Hann líka fjórhjóladrifinn. Skottið aðeins minna. Það tekur cirka 500 lítra eða svo. Grunnurinn á þessum bíl grunnurinn sem að BMW mun byggja sína rafmagnsbíla á í framtíðinni.
Við erum með iX bílinn og svo erum við með i4 bílinn og hann væntanlegur eftir áramót einhvern tímann. Og örugglega einhverjir fleiri rafmagnsbílar í pípunum, en þeir eru allir byggðir á þessum grunni, þannig að þessi grunnur er svolítið make or break. Þessi bíl ásamt iX50 bílnum eru framleiddir til þess að ganga frá samkeppninni sem heitir Tesla Model X. Hvað mig varðar, þá eru ekki bara Tesla Model X-ið, heldur bara allar Teslur almennt, finnst mér bara að vera iPad á 4 hjólum. Mér finnst það að vera bílar fyrir tækni og tölvunörda. Á meðan að mér finnst bílamerki eins og BMW vera fyrir bílanörda og bílaáhuga fólk. Mér finnst Teslur ekkert rosalega rock'n'roll, en mér finnst BMW rosalega rock'n'roll. Eins konar Jörgen Klopp bílaiðnaðarins. Ef einhver spyr mig hvort að þetta sé BMW sem að gerir mann spenntan, sem að kitla mann á rétt við staðina og bara kveikir í þessum, hvað maður segir, þessu BMW-passjoni, að þá ætla ég að svara þessari spurningu með annan spurningu. Gera bitnir hægðir sínar í skóginum? If you know, you know. En svona að öllu gamni slepptu, að þá er þetta virkilega skemmtilegur bíl. Hann er snarpur og lipur. Hann er að vísu 2,5 tonn, en þyngdardreifingin er 50-50 og BMW er náttúrulega meistari í því að hafa þyngdardreifinguna lágt, þannig að batteríin líka lágt og það er bara, bílinn bara klessuleikur.